við hérna yfir þetta efni. Hlutverk á þessari rás hér, það í rauninni að D2 var rauða ljósið í þaðan og hún sýndi ef það var bilun, og ef að bilunin lagaðist að sjálfu sér þá, og ef við erum ekki með þessa rás, hvað gerist þá? Það bara fer út rauða ljósið og við vitum ekkert hvaðan bilunin kom ef hún hefur lagast af sjálfu sér. Þá hverfum við bara. Það kom flauta í gang og allt fór að væla og ég slökkt á flautunni, svo hleyp ég niður í vélarrúmið og hvar var þessi bilun? Ekki nema við höfum þessa rás hérna og þetta kallaður minnisþáttur. Á ensku flip-flop, og hann tekur merkið sem að kom inn, sem fór áður bara beinustu leið inn á viðnámið R3. Nú tökum við frá útgangi á minnisþætti, þannig að minnisþátturinn, hann man það að það kom bilun inn á þennan bilan inngang. Það þá, inn á öllum bilan inngangunum eru svona minnisþættir fyrir hvert og eitt rautt ljós. Og þar til að, að við erum búin að gera við bilunina, þá sjáum við þetta rauðaljós vera inni, og þegar við erum komin með grænljós og allt komið í lag, þá getum við kvittað. Þannig að hlutverkið að hafa minni á bilun. Hlutverk þessar rásar minni á bilun, og hún vinnur þannig að hún fær lágtmerki inn á sig og gefur lágtmerki út og heldur straumi, lágu gildi á útganginum, þannig að heldur straum á díóð 2 þar til að við kvittum. Það væri nóg lýsing. Eitthvað frekari spurningar varðandi þetta. Það svo, svarið svo í lausninni. Og síðan, ef einhver frekari spurningar þetta, þá förum við í næsta. Það mælingatabla hérna fyrir rétt fyrir neðan, og við ætlum að nota hana til að finna út hvað spennan yfir R4. Hvar R4? Jú, það viðnámið sem að tengist inn á transistorinn sem gefa samband inn á græna ljósið, D3. Það þetta R4 hérna. Við höfum að finna spennu yfir R4 þegar D3 lýsir. Sem sagt, út frá töflunni. Og þá þurfum við að skoða hvað mælipunktur 3 og mælipunktur 4. Ok, og hvað mismunur á þeim? Þegar að D3 lýsir, þetta grænljóstíðan lýsir, þá þetta í lagi. Þá skoðum við staðina 3 og 4. Mælipunkt 3 og 4. Og það rauninni bara munurinn á þessum tveimur punktum. Það í punkt 3 mælist 0,02 volt og í punkt 4 mælist 0,44 volt. Þannig að þá drögum við bara 0,02 frá 4,44. Ekki 0,4, heldur 4,44, ætla að segja. Og þá bara mismunurinn 4,42 volt. Það spennufall yfir þetta viðnám, því að við erum með beiströmm í gangi hérna. Og ef við myndum segja að D2 væri lýsandi en D3 væri slökkt, hvaða spenna væri þá yfir R4? Skoðum þá töfluna. Ok, punktur 3 5,11 volt, punktur 4 5,11 volt. Hvaða spenna yfir viðnámið núna? 0. Það 0 volt, akkurat. Þannig að þið eru búin að átta ykkur á hvað ég að spyrja og því að nota mælingarniðurstöðuna til þess að finna út. Okay. Hvernig tablan? Hún útfyllt? Það bara þá svona tabla. Verður við að fylla upp í hana? Nei, hún kemur bara útfyllt með þessum, já. Þið þurfum ekki að læra naut annað.
eða ég meina þið getið alltaf, þú veist, rent í gegnum hana og hvaða mælingar voru hvar og svoleiðis, en þið fáið gögnin til þess að vinna úr, skilurðu. Og við fáum punktan líka mertin á myndina. Já, punktu 3 og 4 hérna til dæmis og 5 og 2 og svoleiðis. Þannig að það er alveg hægt að fara eftir því. Ok, ekkert fleiri spurningar varðandi það, þá hérna... En í lagi díóðan, það er díóða 3? Já, í lagi þá er D3, það er græna ljósdíóðan. Já. Og þá er slökkt á D2. D2 og bilun er D2. Já, bilun er D2 lýsir, transistor 1 leiðir og D3 er slökkt. Það er bilun. Já. Ok. Næsta mál, það er hérna, hvernig lýsir sér í virkni rásarinnar er ef díóðan D1 er tengt öfugt í tengimynd 1, það er þessi hérna, hvernig lýsir sér í virkni rásarinnar ef hún væri öfugt tengt? Þessi hérna. Þá hleðst þéttirinn strax upp. Já, þá hleðst þéttirinn strax upp. Þetta var það ekki að rauða ljósið haldist inni, það blinkar ekki, Nei, sko, hún væri þá aðeins lengur inni, sem sagt, ef við myndum tengja viðvörunarrofan og það er ekkert minni á bilun, skilur við. Ef við miðum við þessa mynd hérna og þessi díóða væri öfugt, þá hleðst þéttirinn hratt upp, það var engin töf á bilun og hérna, þannig að þá yrði bara smá töf þegar að við myndum tengja viðvörunarrofan aftur, því að þá þarf afhleðslustraumur þéttisins að fara í gegnum R2 sem er 1 megaohm. Þá tekur það bara smá stund, þá gerist þetta ekki strax, skiljið. Þá kemur grænuljósið ekki alveg leið, eins og það gerði þegar að díóðan var rétt. Díóðu 2 þá bara, hliða sko, fer þá ekki alveg eins hratt út, vegna þess að þéttirinn þarf tíma til þess að afhlaðast í gegnum R2. Ok. Og svo náttúrulega erum við búin að fara í gegnum það hvað gerist ef að díóðan er slitinn, sérst ekki í sambandi, að þá er sirka jafn langur upphleðslutími og afhleðslutími, þá er það sama, þá þarf afhleðslustraumurinn að fara í gegnum R2 ef díóðan er rofinn eða úr sambandi. Og ef það væri skammhleypt viðvöruna, þá væri bara engin töf. Sama sem engin töf. Ok. Síðan næsta mál hérna, 4. Hvað áhrif hefur það á útgang IZB ef annar inngangur nandliðsins væri tengdur í 0 volt? Sem sagt, að þá fórum við yfir það í síðasta tíma að þá útgangurinn, hann er fastur í háum. Þá skoðið, eða reynum að skrifa upp hérna sannleikatöflu fyrir NAND. Ef maður er ekki alveg viss hvernig sannleikatöfla fyrir NAND er, þá getur maður að teikna upp sannleikatöflu fyrst fyrir AND og AND virkar þannig að það þurfa báðir inngangur að vera virkir háir til þess að útgangur verði hár. Svo bara snýr maður öllum útgangunum við, þá er hár allstaðar þar sem að 0 kemur einhvers staðar inn og hérna, ef það er 0 hérna inn, þá er hár út. Þannig að hann er fastur í háum. IC1B útgangurinn, sem sagt, er fastur í háum. Ok, einhverjar spurningar varðandi þetta. Þetta var annar möguleiki, sko, ef þetta væri ótengt, þá væri útgangurinn svona í hálfri spennugjafarspennu, cirka 2,5 volt, en ef að annar inngangurinn er tengdur í 5 volta spennu, þá er bara allt í lagi. Þá virkar bara útgangurinn eðlilega. Það er ekkert að. Ok. Það eru hinir tveir möguleikarnir. Ótengdur, fljótandi, cirka 2,5 volt eða í pluss 5 volt, þá er bara allt í góðu lagi. Virkar, fínt. 5. Hvað hlutverk hefur þessi íhlutur í vélgæslukerfinu? Hvernig virkar hann? Hlutverkið er að einangra mismunandi spennu kerfi. Við gætum til dæmis verið með 230 volta spennukerfi vinstra megin og hægra megin er við með 5 volta spennukerfi, skilji, á stýrirásinni. Hlutverkið er einangrun, rafmagnslega. Það er engin leiðinni þarna á milli, skilji.
hann sendi bara ljósmerki yfir á ljósmannaflöt. Og þetta er transistor. Þólir hann að taka 230 inn á þessu öðrum megin? Vinstra megin, sko við þurfum bara að lækka spennuna niður fyrir þetta ljósdíóðuna í ljóstenginu. Hún þarf að fara að lækka niður í 2 volt, skilur. Ef við gerum það, þá er allt í lagi. Já. Og þannig að við erum að nýta okkur þennan eiginleika til þess að fylgjast með til dæmis 230 volta spennu í æfingunni okkar, í verkefni 1. Og þetta hérna er transistor sem að leiðir ef að ljós frá ljósdíóðunni fellur á ljósnæman flöt á base, þá leiðir hann og þá kemur hann í stað eða tengir viðvörunarrofan fyrir okkur inn á velgæskerfið. Ok, áfram. Já, ef við værum með hitt ljóstengið þá væri triac og ég bara skjótast yfir í hina myndina það er þá ljóstengi með triac. Ef ég myndi spyrja því svo ég gleymi því ekki, sjá, það er aðeins lengra já, það er ljóstengi með triac og það er sama hlutverk, það er að einangra 5 volta spennukerfið, væru bara með transistor og viðnám gegnum díóðana, 5 volta kerfi, vinstra megin, hægra megin, sjáið er 230 volta 50 riða kerfið. Og þannig að við erum að nota þetta til þess að einangra milli spennukerfa en að gefa merki hvenær við ætlum að kveikja á flautunni. Og kemur ljós frá ljósdíóðunni á ljósnæman flöt, á gate, á triac til þess að kveikja á, þetta er lítill triac inn í ljóstenginu sem kveikir á stórum triac sem er fyrir utan. Ok, þetta er þá ljóstengin, hlutverk og notkun, hvernig virkar. Ok, næsta mál, 6. Hér er spurt hvaða íhlutir stjórna hraða blikksins á blikkaranum. Þetta er innvolsið í blikkaranum. Svolítið flókin mynd, en ekki verið að láta það trufla ykkur. Það eru bara 2 íhlutir sem að ráða hraðanum. Vil ég reyna? Þéttir og viðnám. Það er þéttir og viðnám, já, en hvaða viðnám er það? Það eru 2 að ræða, það er 50-50 að þið skjótið á það rétt, en ef þið vitið þetta og vitið af hverju, þá getið þið alveg sagt nákvæmlega hvort það er R10 eða R11. R10. Það stendur. Ég hef búinn að skrifa þetta. Já, það er vegna þess að útgangurinn Varst að segja það? hann vinnur á móti útganginn á næsta hliði, þannig að þess vegna er R10 sem að gefur hátt gildi eða lágt gildi. En mælingin R11 kemur gegnum það R11 inn á inngang. Þannig að R10 og C4 stjórna hraða blikksins. Ok, ljómandi. Og ef við vildum hafa lengri tíma, hvað gerum við þá? Stækkum R10. Já, til dæmis, flott. Eða þéttinn. Og næsta mál. Þá við fórum vel í aðgerðarmagnuna síðast. Í þessari mynd þá er sýndir útreikningar á þessu að hvernig við finnum þetta út, bara stutt. Við finnum I2 er kallaði bara straumurinn gegnum 10 km og 17 km og þá er deilt með 27 km upp í 5 volta spennuna, fundinn straumurinn og straumurinn er notaður til að margfalda 17 km viðnámið til þess að finna út hvað er spennan þar. Jú, hún er 3,1 volt. Þá skrifum við það bæði eða það er kalt og það er heitt. 3,1 volt spenna U2. Ok, það er þá búið. Síðan, þegar U3 og er skoðað, spennan á þristinum, þá byrjum við þegar NTC er kalt. Þetta er eiginbreytileg mótstaða
með neikvæðan viðnámshitastuðul, þannig að þegar við hitum skynjaran þá minnkar viðnámið í henni, en við skulum athuga hvað er spennan í U3 þegar þetta er kalt. Þegar þetta er kalt þá reiknum við strauminn út frá viðnámanum sem er gefinn, 14K og 15K. Og þá fáum við 29K, fáum strauminn margfaldur sinnum 14K af því að það tengist frá mínus og upp í 3, og þá fáum við 2,4 volt og skrifum það þegar þetta er kalt þá er það 2,4 volt. Síðan í fyrirmælunum þá er sagt þegar spennan út á pinna 6 er í hágildi þá skal munurinn á milli U2 og U3 vera 0,1 volt. Það þýðir að við þurfum að leggja 0,1 volt við þessa spennu í U2. Þetta er þá 3,2 volt. Út frá þeirri spennu reiknum við út viðnámið Þá finnum við nýjan straum vegna þess að það komið ný spenna og reiknum út strauminn út frá straumnum og spennufallinu í NTC, þá reiknum við út stærð NTC mótstöðunar. Það var svona 3,2 volt deilt með stærð viðnámsins, nýr straumur, og þá finnum við að spennufallið er NTC, deilum með þeim straum, þá fáum við það lækkanir í 7,87 kílóum það bil. Þannig erum búin að fara í gegnum það. Nokkrar spurningar, þið æfið ykkur á þessu og farið í gegnum þetta. Síðan er ég bara að biðja að lýsa því sem gerist á tengimynd 1 í stuttu máli þegar viðvörun og rýfur, samband frá 0. Þá er ég bara að biðja ykkur að skrifa lýsingu á því, hvað gerist. Viðvörun og rýfur, þéttirinn hleðst upp, spennan hækkar það er hátt gildi við EC1A. Lágt geti verið út og þá leiðir T1, D2 lýsir það verður hátt gildi út á EC1B, þannig að það þýðir það að T2 er lokaður og D3 er slökkt. Það er rauninni það sem ég er að biðja Þið bara skoðið þetta, rennið yfir textan og áttu ykkur á þessu og svo síðan líka, það gæti líka verið varðandi þessa mynd hér, hvað gerist, við fáum púls, þurfum ekki að lýsa þessi þaula 15, 14 og D5, það þarf ekki, heldur bara svona í megin dráttum, það kemur hátt púls inn á EC3A og það er minnisþáttur sem breytir stöðunni á mælipunkti 8 í lágt gildi sem veldur því að blikkarinn fer í gang og fer að blikka D4. Þar til að við kvittum með kvittunarrófanum. Þannig að þetta er minnisþáttur EC3A og EC3B en EC3C og EC3D er tengd við íhluti sem útbúa blikkrásina. Ok. Þannig að þetta er svona það sem að við spáum í fyrir prófið. Ok. Og þá er ég búinn að fara yfir þetta. Ein nema að ég ætla aðeins að taka fyrir rásina EC2. Hvað gerist í EC2? Því að það er ekki inn í þessu prófi. Ég ætla að fara yfir það líka. Sem sagt, að EC2 er svona 555 timer sem að hægt er að tengja á mismunandi vegu, en í okkar tilfelli í vélgæslukerfinu þá breytir hann sem sagt ákveðjandi háugildi sem er stöðugt í ákveðin tíma og meðan að bilunin þá er alltaf spenna frá T2 inn á og hann breytir þessu háugildi í stuttan púls til þess að kveikja á flautunni svo þessi ekki að liggja með ákveðjandi hátt gildi inn á flautu, skiljið, þá getum við ekki slökkt á henni eða ef við myndum slökka á henni þá myndum við ekki geta fengið neina andra meldingu frá öðrum ingangi, bilunaringangi. Þess vegna þurfum við að hafa stuttan púls til þess að kveikja á flautunni svo að
flautukerfið sé tilbúið til að fá púls einhvers staðar annar staðar frá. En hvernig virkar þetta? Jú, þegar við fáum háttgildi frá T2 hérna, er þetta frá T2? Ég held þetta sé ekki rétt hjá honum hérna. Þetta kom frá, þetta kom frá T1. Sjáu, þegar sem gefur á rauðljóstíðanu. Þannig þetta er frá T1. Það var hérna villa hérna í skýrslunni hjá honum. Þetta er bara svo flott mynd sem ég ætla að nota í þetta. Ég get ekki breytt þessu að þetta er inn í mynd, þetta fara mynd í paint, en þetta á að vera T1. Skiptir ekki öllu máli, en þetta er villa hérna. Þetta á að vera T1. Að þegar við fáum spennu frá T1, þá byrjar þéttirinn C3 að hlaðast upp í gegnum R7 viðnámið. Þegar að hleðsla þéttisins er komin upp í 1/3 af þessum spennudeili hérna, með þessum 3 mótstöðum, með við heildarspennuna, þegar spennan er orðin 1/3 hérna, þá kemur spennan hérna þéttisins inn á samanburðarrásina sem að er með tengingu við 1/3 af spennunni. Þegar að spennan er jafn há, þá gefur hún háttgildi hérna inn á sett á minnistætti. Og þá kveikir hérna útgangur hérna gegnum magnara. Á útgangi 3 þá fáum við háttgildi. Hann skýst hérna upp í 5 volt. Svo heldur þéttirinn áfram að hlaðast upp. Og þegar að hleðsla þéttisins er komin upp í 2/3 sömu spennu og er tengt hérna milli næsta viðnámsessi hérna. Inn á samanburðarrás komum með 2/3 af spennunni þéttisins, sama spenna hérna sitt hvorum megin, þá fáum við púls inn á reset og slökkvum á útganginum, þannig að þá kemur púlsinn hérna niður, slökkvum á honum. En þetta gerist mjög hratt, þannig að við kveikjum þegar spennan er orðin 1/3 af heildarspennunni hérna, spenna þéttisins er orðin 1/3 og við slökkvum á púlsinum þegar spenna þéttisins er orðin 2/3. Þannig að meðan að þéttirinn hlaðast upp, þá kveikir og slekkur á útgangi 3. Þannig myndast stuttur púls. Þannig að IC2 býr til stuttan púls úr ákvílandi merki. Ok, það er stutta svarið. IC2 býr til stuttan púls. Meðan að það er háttgildi inn á. Og þetta er aðferðin við að búa þennan stutta púls, að þegar að þéttispennan er komin í 1/3 af heildarspennunni hér, þá gefur hann háttgildi, og þegar að spenna þéttisins er komin í 2/3 af heildarspennunni, þá fer púlsinn í láttgildi aftur. Þetta er allt og sumt. Ok, og þið eru með hérna þessa mynd undir efni og þið hafið væntanlega sett þetta inn í skýrsluna ykkar, þannig að það ætti að vera komið. Þetta er efni fyrir próf 2. Það er vélgjöfskerfið. Þessi transistor þannig, þarf hann að vera tengdur í jörðina? Nei, þessi transistor er bara tilheyrir 555 rásinni og ég veit ekki til þess að við séum neitt að nota hann. Það getur vel verið að hann sé í því einhverju hlutverki að afhlaða þéttin eða eitthvað. Það er ekki sýnt neinn tenging hérna. Það er bara að púlsinn hérna út, sko, spennan á þéttinu verður áfram há þegar hann er búinn að hlaðast upp. Því að hann er í rauninni ekkert að afhlaða hann meitt sérstaklega hérna. Það væri hægt að nota þetta í eitthvað annað, skilur. En þannig að þetta gæti verið einhvers konar mögnun. Ef það væri háttgildi hérna stanslaust, þá gæti hann gefið neikvæðan púls inn á pinna 7, skilur. Það er möguleiki. Þannig að það er ekkert farið í þennan transistor hérna. Hann skiptir ekki máli. Ekki hjá okkur allavega. Við höfum ekki nota hann. Heyrði, þá er það komið og sem sagt, við erum í rauninni bara þá með þessa skýrslu, þið rennið yfir skýrsluna, þið eru sjálfsagt búin að skila henni, þið eru með dagbókina, munið að setja dagbókina einhvers staðar inn í, annarkot fremst eða aftast í þetta og svo er náttúrulega bara mælitablan, þið eru með lýsinguna á þessu
og þið voruð að mæla og ég held að ég sé komin þá búin að fara í gegnum það flesta. Þetta er alltaf að setja dagbókina inn í verkefni. Þið megi gera það líka, Já. allt í lagi, bara eins og hérna. Hvenær verður að skila dagbókinu? Það Það er ekki sérstök skil fyrir hana. Nei, það er engin sérstök skil fyrir hana, bara skila með skýrslunni. Það má vera sérskjal, það má líka, það er allt í lagi að hafa hana bara inn í skjalinu. Hún tekur ekki stórt pláss. En hvað er dagbókin svo bara fyrir þetta verkefni? Já, dagbókin er bara fyrir þetta verkefni. Já, ok. Já. Ég man ekki eftir fleiru sem að hérna, við þurfum að fara í gegnum fyrir prófið. Ég held að þið séu komið með alveg nóg af upplýsingum. Þá segjum við þetta er gott. Já, það er allt í lagi skilinni sér, dagbókinni, það er allt í góðu lagi. Segjum þetta gott, allavega upptökuna og þið farið bara vel yfir þetta fyrir próf. Takk fyrir.